Ég var skikksi barn. Sá mikið, talaði mikið. Sumir voru kannski að gera grín að mér fyrir að vera að tala við fólk sem þeir sá ekki. Sumir að ég væri bara að plata og allt þetta. Svo held ég hann bara að loka sjálf fyrir það á unglingsárunum og lifði bara mínu unglingslífi með íþróttir og stráka og detti í það og allt þetta. 2009 þá uppgötvaði ég þessar prjónamælingar. Í raun og veru var bara eins og að kæmi svona einhver ný vindátt inn í lífið hjá mér. Mér fannst svo mikill heiður að mér væri treyst fyrir því hlutverki að vera öðrum innan handar með að líða betur. Þessi taumur liggur hérna niður eftir og yfir bæinn. Það er alltaf eitthvað visst flæði í þessu og flæði kemur sig hérna niður og þá eru þessar blokkir sem eru þarna til dæmis fyrstu húsin sem að verða fyrir áhrifum af þessum taum og þetta tengivirki hérna fyrir aftan er inn í þessum taum. Þá pikkar þetta svið ef það er mikið rafmagn með sér og dömpar því svo niður í fyrstu jarðtengingu sem það finnur. Ég hef nú verið að mæla hana niður í byggðinni og það er ekki mjög hagstætt að vera hana niður í þessum blokkum. Það er það ekki. Ég er búin að búa það sjálf og sjúkrahúsið er inn á þessu líka. Eins og vit það er byggt beint ofan á sprungu. Það er alls ekki vitað hvað jarðgeislar eru í raun og veru. Jarðgeislar eru fyrirbæri sem menn hafa mælt frá aldaöðli í sambandi við vatnsleit. Menn hafa verið að leita að vatni með aðferð sem kallast dowsing eða kalla hann prjónamælingar á íslensku og það er ýmist hægt að nota spákvist í þetta úr viðargreinum eða prjóna svokallað og það var ekki fyrir en maður nafni Gustav von Pohl kortlagði vatnsæðar inn í litlum bæ í Þýskalandi sem menn áttuðu sig á því að það að dvelja langtímum yfir slíkri vatnsæð gat verið svona heilsufarslega síðan mjög vafasamt. Að þá virtist sjúkdómur eins og krabbamein vera sérstaklega ríkjandi hjá þeim sem sváfu yfir vatnsæðinni. Prjónarnir í höndunum á mér eru raun að vera að sýna hvað líkaminn minn er að upplifa. Ef ég stilli þá af, bara í svona eðlilega stöðu, og ég labba inn í svið sem að er líkaminn minn upplifi sem ógn, að þá hreyfast þeir og sýna mér að hér sé ekki svona eðlilegt ástand. Í raun og veru er ég kannski líkaminn á mér neminn og þetta eru bara vísarnir eins og vísir á einhver almennu mælitæki. Já, þetta er svona það sem ég mæla á þessum vegum. Þetta er svona einn af þeim stöðum sem er þekktur slysastæður í þessari sveit og það er margir búin að keyra hérna fram af. Hér er meðal annars þetta svið sem ég er að mæla og hvort það kemur úr misgenginu sem kemur hérna, það er spurning. En við teiknuðum þetta upp á kort þar sem við vorum búin að mæla hérna í sveitinni, fórum með það til Húsavíkur, lögregluna þar og báðum hann að kíkja yfir kortið hvort það væri einhverju staði sem þeir könnuðust við sem þær var að koma að slysum. Og þeir eiginlega gátu ekki neitað því. Lögregla borgarmennski fjölskyldi. Það byrjar aðeins að taka í. Finnur alltaf þessi. Bryndís kom að máli við okkur í lögregluna Húsavík og sagði okkur frá þessum óhefðbundnu mæliaðferðum sem hún og Garðar Héðinsson hefði verið að stunda hér á vegakerfinu í okkar umdæmi. Og þó að þetta sé ekki hefðbundnar mæliaðferðir út frá vísindalegum skilningi að þá er ekki þar með sagt að það þurfa að skella skolla erum við öllu slíku. Það er ýmislegt í umhverfinu sem við sjáum ekki endilega að skynjum.
og vissulega eru í okkar vegakerfi ákveðnir staðir þar sem að fólk sofnar oftar á en aðrir staðir. Þannig að það til dæmis vekur forvitni okkar af hverju það er. Við erum búin að biðja Vegagerðina um aðstoð, sækjum styrk þeirra til þess að rannsaka þetta betur og þá með sérfræðinga frá háskólanum til þess að vinna verkefnin með okkur. Þannig að það eru margir sem að koma að þessu úr ýmsum áttum sem að finnst þetta mjög áhugavert og finnst þetta að vera þess virði að skoða þetta ef það geti bara orðið til þess að fækka nokkrum slysum. Þetta hafa svona blikkljós, svona aðvörunarljós. Aðgát skal höfð nærveru geisla eða eitthvað, ég veit það ekki, eða setja kubb eða hvort. Hugmyndin á bak við kubbin, hún byrjuðum við 1,5 ári síðan að smíða hann í þeirri mynd sem hann er í dag. Innihaldið er það sem er virkir hluturinn í honum og þegar ég var búin að finna út hvað það var sem virkaði og þá hafði ég samband við Garðar Héðinsson sem er að vinna á Laxárvirkjun, þar sem ég starfaði sem garðyrkjufræðingur þar. Við þróum í raun og veru í sameiningu þennan mótvæðiskubb og erum búin að gera svolítið tilraunir og svona prófanir á því sjálf og bæði lögun og samsetningu og ýmislegt. Og vorum saman um það, þetta þyrfti náttúrulega að vera úr efni sem væri hægt að grafa og eitthvað sem eyddist ekki. Þegar við fórum í gegnum einkaleyfisferlið og þá þurftum við að finna út úr hvort það skipti í raun og veru máli, hvort það væri úr þessu efni eða gleri eða plasti eða tré. Ég segi, galdurinn er hérna inni. Það er eitthvað sem ég finn bara með víbringi og titringi prjónana. Hvenær kubburinn er komin á réttan stað, hvenær hann nær að slá sviðið almennilega út. Ég flutti hérna inn fyrir 3 árum, rúmum 3 árum. Og ég fyrir fljótlega að taka eftir því, eða reynda strax, ég kunni svitla við mig. Ég held að þetta væri af því að ég er bara konan í á stað og mér líði ekki vel út af því og íbúðin sé minni en þessu sem ég átti áður. En vanlíðanin heldur áfram. Fyrir að taka eftir þessu gréli ló sem kemur alltaf í öll horn. Það er alveg saman hvað horna er, alltaf kemur ló, bara alveg svona há. Og ég er alltaf að reyna að þrífa þetta og ég skil ekkert út af hverju þetta er. En svo kemst ég í kynni við hana Bryndísi og hún segir mér að ég búi á heilmiklu bara í jarðsprungu svæði. Og Þingholtin séu það og lóin kom út af því. Og hún setur niður kubb, svona sólverskubb, í garðinn hjá mér. Þetta er eins og kúkur önnur. Hann hefur ekki verið hreyfður, ég. Nei. Það er alveg bannað hér að hreyfa kubbinn. Ég fyrir fljótlega að taka eftir því að mér fyrir að líða mikið betur eftir að kubburinn kemur. Ég sef betur, mér líður betur, ég kann betur við mig. Og síðan er eitt sem mér finnst stórkostlegast að því öllu. Lóin í hornunum og inni í ofnunum, hún hætti að koma. Þetta eru Stórutjarnir. Ég var á fyrst beðin að koma hingað vegna vandræða í íbúðarhúsi. Þegar ég var hérna að mæla þá kom nú bóndinn út og spurði hvort ég var ekki til í að labba eitt hring í fjósuna því að það væri búið að vera svolítið vandræði í fjósunu með kálfana og kýtur. Þetta er fyrsti bærinn sem að fær kubb. Ég er sko ekki í húsum hér, ég er bara í fjósi sko. Það er svona hlutur. Það er svona formið. Já. Það fór að tekka á hvort allt sé ekki í lagi. Skoða hvar kubburinn er í. Þetta sumar, við erum búin að vera með fjósið okkur við byrjum bara að opna í maí og síðan fara kálfarnir okkar að veikjast bara mjög mikið og bara þeir voru svo veikir að þeir lágu bara nánast flatir. Síðan kemur Bryndís hérna í heimsókn til okkar, næsta hús og fyrir að mæla hérna allt og þá kemur ljós að þetta grindverk hérna var ekki jarðtengt og síðan kemur ljós að þessi árur eru hérna í fjósinu. Hún fer heim og kemur kubb tilbaka og setur hann upp og það bara gerist eitthvað ótrúlegt. Það bara, kálfarnir bara lagast og eftir að þessi kubbu komu þá hefur bara engin kálfur veikst.
og við kunnum enga aðra skýringu á því nema þetta var jarðtengt hérna þetta járn og þessi kubbi var settur upp. Kýrnar eru bara mjög heilbrigðar og okkur finnst það bara mjólka vel og við erum ánægðir með þær. Þú varst bara að fara yfir þetta allt saman eitthvað? Já. Bjartli góð. Það er bara fín sko. Glæsilega. Alveg brosir. Já, ég var með svona alveg kross. Já. Það er ekki. Já. Ekki grínast. Já, það er mikið skrítið hérna. Við erum stödd hérna í gróðrarstöðinni Mörk og það er svona mitt akkeri í lífinu. Hérna ólst ég upp, kom reyndar bara sem einsársinga, ég var ættleidd. Ég var búin að vera á vöggustofu í 1 ár. Maður var eiginlega í drullinni bara fyrir haus, frá mánuð til kvöld sem maður var að hlaupa eftir pappa og vilja fá að vera með, vinna verkin. Maður fékk rosa mikla jarðtengingu hér. Ég held að það sé stór hluti af því hvað ég hef kannski náð að tengja mig hinn áttinni, hversu góða jörð ég hafði raun og veru hér. Því jarðtengdari sem maður er, því betra aðgengi fær maður upp. Því var örugglega stýrt að mamma og pabbi komu á ættleiðingarstofuna og ættleiddu mig hingað. Að vera ættleidd fyrir mig þýddi það að ég var alltaf að leita. En ég vissi alltaf að þetta fólk sem bauð mér heimili, og það var ekki ég. Þannig alltaf þegar ég labbaði Laugaveginn, alltaf þegar ég var í reiðtúrum, ferðalagi, maður var alltaf að skoða hvort að maður gæti ekki líkst einhverjum, hvort það væri ekki eitthvað sem maður geti speglað sig í. Það hefur kannski leitt mig áfram á þetta sem ég er að gera í dag, að ég hef alltaf verið að leita. Ég ber mikla virðingu og lotningu fyrir því að vera treyst fyrir þessum skilaboðum sem okkur er ætlað að hlusta á. Bryndís hafi verið svona 8 ára þegar við keyptum jörðin hérna. Við áttum þá hestar og hún var mjög hænd af hestunum, eða öfugt innlega. Hestana hændist mjög að henni. Satt stundum á tunnu með hestana raðið í kringum sig og sagði þeim sögu. Það má segja Bryndís var ótrúlegt hugmyndaflug og ímyndunarafl. Og það var oft að við tókum eftir að hún talaði við einhverju sem var með henni, á öxlinn á henni eða við hliðina á henni. Það kemur nú kannski ekki svo mikið á óvart að Bryndís hefur sýnt ákveðna hæfileikar í þessi mynd að hún getur mælt jarðára og rafmagn. Þessi allavega. Ég er rétt búin að labba yfir lækinn, það kemur einn svona breið. Já. Þú varst búin að mæla hann? Já. Byrjuðum að byggja þetta hús fyrir 6 árum síðan og það er þannig komið að við getum ekki lengur búið í því. Það kemur nokkra ára hérna niður og þetta skapa rafmagn í húsi sem Karin þola ekki og hún er orðið mjög veik. Við höfum þurft að fara úr húsinu til að vera ekki veikari. Hérna sjáum við eina bylgju, Hartmann-bylgju sem er svona mjó sem kemur hérna á vesturáttinni og þegar þeir eru úr henni þá fara prjónarnir aftur saman og þegar ég fyrir inn hérna og bara er í sundur aftur saman og ég til þess að
draga úr henni ætlum við að setja hérna karnolstein inn í gluggann. Það sem gerist núna. Og núna er bylgjan ekki lengur svona mjó, heldur ég er búin að sprengja hann upp dreifinni. Og hún er ekki lengur svona skaðleg fyrir hérna fólk. Ég var beðin að koma Hnausum til að skoða nýja húsið þar og þar hafði Karen sem býr á Hnausum ekki geta verið í nýja húsinu nema mestalagi hálftíma í einu. Prjónarnir eru fínir hér. Og svo því ég labba hérna inn ganginn sko. Já. Kemur að þetta inn hérna. Já, að því tækir og steinarnir, þeir ná hingað. Við þurfum að setja annað sett hér sko. Þess að taka restina. Það var í búðinni til að finna steinar sem... Þess að setja í jarðárurnar. Hérna hjá okkur. Já. Og þessi fengur bestu svöruna. Já. Ljótasta steinar. Ljótasta steinar. Já. Það var... Fósturtalningamaður eða fósturvísatalningamaður Gunnar Björnsson sem telur í 10.000 fjár hérna á svæðinu frá Hrútafirði og yfir á Fljótsdalshérað að hann var þess var fyrir nokkrum árum að það voru fóstur í kindunum sem voru að eyðast upp, sem voru hreinlega að hverfa og hann fer að skoða sína kindur miklu oftar heldur en hann er vanur að gera til að fylgjast með þessu og sér þá, þetta virðist vera viðvarandi á sumum bæjum meðan þess verður varla vart á öðrum. Ég hafði orðið var við fósturdauða í gemlingum og ám allt norður og austurland og þetta var misjandi á milli bæja og mér fannst þetta mjög merkilegt og fór að spá í þetta og kom síðan í samband við Brynjólf Snorrason og hans menn á Akureyri og þeir voru að jarðbinda hús og járnvirki í fjárhúsum og greinilega varð árangur af því. Mér fannst eitthvað vanta upp á og ég kom síðan að því hvað Bryndís var að gera og fékk hana hérna til að skoða og athuga hvort að hún fyndi það út það sama og þeir hafði fundið út og það passaði saman þannig að mér fannst þetta mjög merkilegt. Í framhaldi af þessu þá kom upp ýmsar tilgátur, þetta sé eitthvað tengt fóðrinu, selenskortur, þetta sé jafnvel sníkjudýr sem veldur fósturláti og svo framvegis. En engar skýringar, krufning á ám þar sem þetta vandamál var, dauð fóstur, leiddi í ljós nokkra í rauninni sýkingu eða skýringu. Þannig hefur verið þessi. Og svo eru þau tvö, ekki? Og við ákváðum svo að hún myndi grafa kubb hérna niður og sjá hvað gerðist og ég get ekki leynt því að það er breyting. Við erum með 9 bæi í rannsókninni, á 3 hefur ekkert verið aðgert, á 3 hafa verið unnar úrbætur á rafmagni og í framhaldi af því einnig komið fyrir mótvægiskubbi og á 3 bæjanna eingöngu komið fyrir mótvægiskubbi í framhaldi af mælingum Bryndísar. Þessa bæi erum við svo að taka saman og vinna úr gögnum frá þeim 5 ár aftur í tíman, bæði hvað varðar fósturvísatalningar og fædd lömb lifandi per hverja kind og reyna svona að stilla þessu upp bara tölulega séð hver er munurinn á þessum bæjum. Skrifa þetta, 8 geldar, 74 með 1, 397 með 2. Mér finnst vera meira tvílend. Það kemur í ljós þegar við skoðum meira. Þegar þetta var mælt þá virtist jarðáran vera í norður-suður og hérna austast voru gemlingarnir. Þannig að það er vonandi að þetta skáni kannski eitthvað hjá þeim. Kubburinn er þarna við hornið á hlöðunni. Þá er bara að þrífa og ganga frá. Ég tel að við þurfum fleiri ár til að sanna þetta betur. Þetta verður annað kemur í ljós. Já, annað kemur í ljós. Við erum allavega í kubbavinafélaginu meðan það vel gengur. Já. Ég var skegg þegar ég var barn. En það var ekkert sem ég myndi mikið eftir á þessu þegar ég var orðin svona fullorðin. Það var sem sagt 1995 og átti von á mínu öðru barni. Þegar hún var fædd sem sagt upp á fæðingadeild í Reykjavík, Landspítalanum. Þá sem sagt birtist mér þessi kona við rúmstokkinn. Svo sá ég að þetta var nunna og ég
átti með keisara, ég held að það væri kannski eitthvað sem væri bara að trufla mig eitthvað í einhverju skynjun. Það var þessum deyfilyfjum sem maður fékk. Sýnin var skýr, ég sá hana, en ég skildi ekki alveg, hugboðin voru ekki alveg nógu skýr hana. Stundum var ég ekkert alveg viss hvað hún var að segja við mig. Ég fór í sálarháskólann til þess að kynnast í hvað umhverju ég var eiginlega komin og hvað ég var að fara að gera því ég þekkti engan, mín fjölskylda ekkert inn í þessu og trúir ekkert á þetta, þannig að ég fekk ekki mikla aðstoð þar. Hvort það var nudd eða báen sem ég fór svo að læra eða hvort það var heilun eða miðlun. Ég hélt alltaf að það væri eitthvað svoleiðis. Svo 2009 þá uppgötvaði ég þessar prjónamælingar og frá því uppgötvaði ég náttúrulega þennan kubb. Það er enginn sem fær mér ofan að því að segja mér að ég sé að rugla eitthvað. Það er ekki séns. Það er alveg tómt. En þetta er þessar línur sem að Svalarún er að mæla og Valdimar er að mæla. Ef fólk er að sofa í þessu þá er það að verða bara talsvert lasið. Ef við ætlum að klára dæmið hjá fólkinu og dýran þá verðum við að finna þessa líka. Þess að skilja ekki fólk eftir í einhvernum öðrum geislum. Ef við ætlum að gefa okkur út fyrir að vera að leysa jarðgeislavandamál. Og þetta er náttúrulega þekkt frá örugu alda víða, til dæmis Kínverjar hafa greint frá drekalínum svokölluðum sem virðist vera sama fyrirbærið. Það hefur mikið verið skrifað um þetta, mikið fjallað um þetta en þann dag í dag þá veit enginn í raun og veru hvað þarna er á ferðinni. Þessum áhrifum eins og jarðgeislum hefur gjarnan verið ruglað saman við rafmagn og rafsegulsvið. Það er þó ljóst að einhver áhrif frá rafmagnstækjum framkalla línur sambærilega því sem að er í vatnsæðum eða yfir vatnsæðum. Þegar kveikt er á rafmagnstækjum þá er einhver líkara en að það myndist einhverja línur í kringu það sem að svara svona prjónamælingum. En þetta er þó alls ekki rafsegulsvið eða rafgeislun í hefðbundnum skilningi þessu orðs. Jarðskautsmæling. Var ég átt okkur á því hvort að jarðskautið á rafmagnstöflunum sé fullnægjandi. Ertu nú að fara að mæla hvað jörðin er viljið að taka við? Já, efri lína sem sagt er þá sko á 30 gráðuna að 5,26. THDI 7,0. Er eitthvað í jarðskautið? Jú, það fer jarðskautið. Ég hafði það jarðvegur. Nei, ég næ alveg meira á hann, sko. Einar, er hann að taka helviti fjólinn? Já. Rafmagn kemur í gegnum íbúðarstíðinni. Ángræðina og snertispöluvörninni, það er þetta gott, sko, allt í lagi. Og svona með það sem ég sé á öðrum bæinn þá er þetta harri kantum. Jarðskaut og jarðtengingar eru sér grein innan verkfræðinnar og þetta er mjög flókið í sjálfu sér. Það sem við erum að gera hér er við erum að taka svona frekar einfaldar viðnámsmælingar á jarði til að átta okkur á því hvernig núllið í húsinu er miðað við jörðina. Og við erum náttúrulega að mæla þetta í frostleysu við bestu hugsanlega aðstæður, þannig að eina sem við getum nýtt þessar tölur í raun og veru að bera saman milli bæja. Og annars vegar bera saman við bæja þar sem er einhver vandamál, hins vegar þá bæji sem er ekki nein vandamál. Þetta hljómar oft svona vísindilega, þetta eru oft einhverja bylgjur sem að verða að mæla og einhverju straumar en yfir þegar þetta flokka með gervivísindum og í svona kennslubókum þá er þetta oft tekið sem dæmi gervivísindi. Andaglasáhrifin eða addiomótoreffekt eins og það kallað á ensku eru þegar við hreyfum okkur ósjálfrátt á þess að átta okkur á því og út af einhverju hugmynd sem við höfum af því við búumst við einhverju ákveðni. Þannig að það virðist vera að hugmyndin að prjónandi minni krossast gerir það að verkum að ég krossa það ósjálfrátt. Prjónandir eru mjög viðkvæmir fyrir alls konar litlum hreyfingum hjá okkur. Þannig að þeir eru mjög næmir á bara smá breytingar. Ég koma inn og skjóta sér svo hérna og það er kannski betra að búa fyrir aftan á en við hliðina á þeim. Hver sem getur ekki bara sett eitthvað svona upp á þess að spyrja nágranna. Það var ekki rafmagnið sem var að trufla fólki bara, þótt að fólk laga rafmagnið alveg,
það var ennþá eitthvað inn í húsinu og það var líka úti. Þegar ég byrjaði að læra það með þessum prjónum mínum. Og ég bara ákvað það að hætta að vinna. Ég sagði upp í fastri vinnu. Ég sagði bara, ég ætla bara að tileinka lífi mínu þessu. Þetta bara eitthvað sem bara verður að hlusta. En þetta ekki plat. Og ég get alveg sagt ykkur það, konuna sem ég var að vinna með í leikskólanu, það horfði á mig þegar ég sagði upp vinnu minni og sagði, hvað ætlarðu að fara að gera? Ég segi bara, ég veit það ekki, það verður bara æðislega skemmtilegt. Það bara, en þú ert í fasti vinnu og það kreppa. Ég segi, mér er alveg sama, ég veit ég er að fara að gera eitthvað geggjað. Ég vissi bara, það var eitthvað skemmtilegt að koma inn. Þetta yfirleitt alltaf mjög svona einlægt fólk, þetta er ekki svindlarar. Þetta eiginlega alltaf verið þetta fólk sem hefur mjög mikla trú á þessu og er að gera sitt best. Af hverju trúir þetta fólk þessu þegar að niðurstöðurnar, rannsóknirnar eru augljóslega ekki á þennan hátt? Það er náttúrulega staðfestingarleiðin, eins og við talaðum. Það eru eftiráskýringarnar, fólk eftir á sér það að þetta var að trufla og þetta var að trufla og svo framvegis. Búin sem sagt hérna Laugum. Ég hef vunnið með garðyrkjunni, ég hef alltaf verið að vinna við garðyrkjunni á sumrin. En þurfti að finna mér annað starf yfir veturinn. Bróðir starfar við ýmislegt eins og ég. Hann er múrarameistari og svo er hann að þjálfa og hann er að kenna við framhaldsskólann íþróttir líka. Það bara náttúrulega svona til eins og hjá flestum öðrum. Hún fór að vinna með mér í frjálsjóðaþjálfun og það var svona ýmislegt sem ég fann hjá henni sem mér fannst dálítið spennandi og hún var náttúrulega dálítið öðruvísi. Hafði aðra sýn á lífið og hafði svona dálítið tengingu við einhver önnur öfl sem að maður var ekki vanur. Þetta var spennandi og síðan þróaðist þetta svona, þó aldursmunurinn væri nú dálítið lágur, þá þróaðist þetta nú í það við. Við vorum dálítið lík svona á mörgu leyti, því hún var reyndar ekki komin í þessar mælingar, þessar jarðgeisladæmi þegar ég kynntist henni. Hún var þá meira í heilun og eins og slíku. Hún hefur alltaf haft mikið brennandi áhuga fyrir því að bæta mannlífið, þó að hafi stundum gengið kannski út í augar að mann hefur fundist alveg gott á því augnabliki. Maður hefur stundum fundist maður að vera svona afskiptur svolítið í þessu, í lífinu. Annað hefur skipt meira máli en maður sjálfur og kannski gerir það líka. Maður er alltaf með, situr yfir svo stóru púsli, maður er alltaf að fá eitt og eitt púsl sem að svona sér að maður er að nálgast heildarmyndina hvað þetta er í raun og veru sem að náttúran er að segja manni. En flestir hafa spáð í þetta á einhverju tímapunkti í lífinu. Þótt þeir hafi kannski ekkert rætt að vinna einn annan fyrir maður fyrir að spurja þá hvort það kannist eitthvað við þetta sem maður er að mæla. Bara eins og með draugagang og annað slíkt, það er ekkert allir sem ræða það, en ef maður ber það upp við fólk þá eru flestir sem hafa upplifað einhvern tímann á ævinni voffinn. Úff. Já. Nú er hann bara að verkmynda skólan. Það er meiri frjósemi núna, til dæmis heldur en fyrr. Ég held að það muni allavega 30 lömbum á svipaðan kindafjölda. Þetta er það margt búið að svipa. Það er bara að ber rétt að og stór lömb og... Það kemur aðeins fyrir að það sé eitt og eitt lítið þar. En þetta er bara gengið nokkuð vel. Já, hann er alveg steinleikja. Steinleikja? Já, ég er alveg klár á því að þegar þú kemur þá trúir fólk ekki á þetta. Nei. Svo segir þú eitthvað, þá sér fólk að já, ok, hvernig á hún að vita þetta? Þá fer það svona, þess að við sjáum þetta ekki og við vitum ekkert þetta. Nei. Getum ekki talað á móti þessu í raun og veru, við getum náttúrulega verið á móti þessu, en við getum ekki talað með rökum á móti þessu, því við vitum ekki hvað þetta er. Nei. En við eigum mjög erfitt með að tala rökum með þessu líka. Já. Af því að við sjáum það ekki heldur. Það er svo erfitt að sanna þetta pottþétt vegna þess að það eru svo margir umhverfisþættir aðrir sem hafa áhrif. Já, við erum að lesa þetta bara í dýrin. Já. Það er eiginlega eina sinni. Þau ljúga ekki á okkur. Þess vegna þurfum við að fá afgerandi breytingu til þess að við getum
sko, til þess að fólk trúi virkilega á þetta. Það er ekki að sanna svo kemur. Þetta eru sem sagt lömbin, þá sjáum við strax með sko dauðum fóstur. Þarna er fósturdauðinn inni. Já. 45. Það er helmingi minna. Þannig að það er dálítið breyting. Sumir bæir eru þannig sko að það er bara fósturðið bara öll árin. Og svo setur þú upp kubbinn og þá allt í einu klippir á hann. Og það finnst mér vera sem sagt rökin fyrir því að þetta hafa áhrif. Svo er þetta kannski algjört bull. Nei, ég meina það. Nei, ég meina maður veit ekki fyrir á reynir. Ég ætla alltaf að reyna þetta. Og eftir einhver 3, 4, 5 ár og ég sé að þetta, ég er ekkert að komast nær neinu, þá snýjum við bara einhver öðru. Já, ástæða fyrir því að ég fór í að mæla rafsegulbylgjur var að ég flutti í blokk þar sem ég hafði var ekki að sofa vel og fór að fá svona ýmsa kvilla. Svo ég fór að kynna mér þetta með rafsegulbylgjurnar og mældi rúmið mitt og þá fann ég út að ég svaf í rafsegulbylgjum. Annarkvort eru bylgjur í herberginu eða ekki. Og ef það eru bylgjur þá er maður annarkvort að snúa rúminu eða við setjum steina eða við erum með tæki til þess að sveigja bylgjurnar frá. Ég vil segja að maður hefur verið fyrst var við þetta árunum kannski 1999 að það er eitthvað ekki allt í lagi vegna það fara mikið perur, eldhúsgræjur, bila mikið og svo áttum við stelpu sem var rosa óværa nóttinni, hún er verið svona 6-8 mánaða gömul þegar hún fer að láta mjög illa á nóttinni. Og ég sagði einu vini mínu frá þessu og hann mætti með svona prjóna til þess að sjá hvort hann gæti svona fundið út úr því hvort það var eitthvað rafmagn sem væri að trufla. Og það gerist ekkert í andrinu en leið og hann labbar upp á tröppunum að þá fara prjónarnar á stað. Í framhaldi af því fór hann í töfluna og herti upp allar rafmagnstöfluna. Ég sá svo sem enga breytinga á henni eftir þetta. Svo verður þessi dóttir okkar veik, hún greinist með heilaæxli og er skorin upp og hennar æxli stækkar og hún deyr talsveit lengu eftir það. Þá er okkur bent á Svölu og hún kemur hérna og mælir húsið dálítið vel og finnur þessar alveg sömu strauma og tók hann alltaf rafmagnið af og fann að það var svo smalt í lagi en þetta voru straumar hérna úr jörðinni. Svala kemur hérna og mælir, lappar og hún lappar beint yfir akkur það sem höfuð og emmi var, alveg nákvæmlega sko. Og þá hérna var hún náttúrulega lítil sko. Svo förum við inn í, þegar hún fer úr okkar herbyggi og fer inn í barnaherbyggi. Hún var alltaf hér og þegar Svala kemur og mælir, finnur við mitt en leið hún lappar akkur það sem höfuð hennar var og þá fara pinnarnir á hreyfingu sko. Og þessi geisli hérna eftir sem hún segir okkur stafi ekki af rafmagni í húsum sjálfu, heldur er það klöppin hérna fyrir utan sem gefur þessa spennu. Og núna eigum við vona barni í vor og þá vill maður fara yfir þetta eins og enn og hann er að fara að flytja í sitt herbyggi. Og það er svo skrítið að inn í þessu herbyggi hérna hafa krakkarnir aldrei vilja leika. Þau koma inn til þess að sækja dót og þau fara alltaf með það inn í hól. Sko ég hefði viljað vita það og geta haft hann á betri stað en maður hefði vitað á sinni tíma. En ég held ekki að þetta er valdið þessum sjúkdómi en það hefur hugsanlega flýtt þróun eða gert þetta verra en það var. Og ef maður hefur valum að hafa barnið sitt í þessum aðstæðum ekki, þá er ekki spurning hvað maður velur. Við vitum það að þær rannsóknir sem hafa verið svona hvað sterkastar og þrálátastar hafa sýnt sko tengsl á milli rafsegulsviðs og bráðahvítblæðis í börnum. Einnig hafa komið fram mjög sterkar rannsóknir sem hafa sýnt samband milli fósturláts hjá konur sem vinna við tölvur,
Tækni eins og homeopatían hefur komið fram á sjónarsviði með rafeindabúnað, mælitæki, svokallaðar megatestir, sem getur greint áhrif af slíkri geislun í mannslíkamanum. Fyrirtæki eins og Geomak hefur látið rannsaka blóð í fólki sem býr í og við slíkar aðstæður. Það hefur sýnt sig að þéttni rauðra blóðkorna mun meiri, það eins og hafa tilhneiging til að klasa sig meira og þannig takmarka súrefnisflæði í þeim líkama sem útsettur fyrir slíka geislun. Við erum umvafin áhrifum af margs konar toga og einu sinni vissum menn ekki að útvarpsbylgjur væru til. Við erum samt með útvarpsbylgjur. Vandinn sá að við erum stöðugt að lifa og hrærast í þessu daglega lífi okkar, verðum fyrir alls konar áhrifum sem eru mjög breytilega. Við getum búið á einu stað og það sem mikil rafsegulsvið flutt okkur yfir á annan stað, það sem lítið rafsegulsvið og það gerir túlkanir á rannsóknum mjög erfiðar. Jafnvel þó að menn hafi virkilega að fullri einlægni reynt að kafa mjög djúpt inn í þetta og reynt að raunverulega meta áhrif þessara rafsegulsviða á líf og heilsu einstaklinga. Já, við erum búin að búa hérna í rúm 6 ár og til að byrja með að fyrstu árin fannst okkur höfðu á tilfinningu að það væri eitthvað hérna í húsinu sem að gera það verkum að við áttum erfitt með að sofa. Á veturnar sem náttúrulega kannski þetta eiginlega frekar snúast við. Ákvaðum að flytja hingað vegna þess að við vildum vera úti í náttúrunni og þannig að þetta kom okkur náttúrulega á óvart að það væri eitthvað sem að truflaði svefninn. Anna fannst hún heyra eitthvað hljóð hérna úti og ég var ekkert frá því að það væri eitthvað en ég gæti ekki alveg samt heyrta. Og fann svona þrýsting og hélt kannski að það væri einhver stór flutningabíll hérna í gangi hérna í nágrenninu. Mér sem fór hérna út og kíkti, það var ekkert hérna í umhverfinu sem að ég gæti séð. Til dæmis hérna hundurinn okkar annar, Kópur. Ég tók eftir því að því ég var að leika við hann. Þá veinaði hann stundum mikið eins og hann væri með svona haltraði eins og hann væri með svona verki í liðunum og okkur grunaði að það væri eitthvað sem við bara getum ekkert vita hvað væri. Mótvægið í manni minnkaði einhvern veginn og það var orðið svona, ég var farin að hugsa, já, við skulum bara fara að flytja hérna. Við höfum samband við Bryndísi vegna þess að það var fólk hérna í húsinu sem hafði farið á fyrirlestur og hún kom hérna og mældi. Samkvæmt hennar mælingum þá var ástæða til þess að gera eitthvað í málunum og sett upp kubb og svona hægt og rólega þá fórum við að sofa betur. En allavega er ég búin að sofa síðan. Alltaf að tala svefnin og það er náttúrulega það sem skiptir höfuðmáli. Já, það er náttúrulega bara lykillinn að góðri heilsu. Kópur, hann náttúrulega er hundur á besta aldri. Greinilega var hann með verki í liðunum og ég er svo ánægð með það að það er algjörlega fyrir bí. Nú getum við haldið áfram að hlaupa saman og já. Já. Það er ekki dáin núna. Það er einhver sannanir fyrir einu en það gæti alveg eins verið þetta. Og hænurnar, þær verpa betur, við tókum eftir því líka. Í fyrra þá byrjaði ég að kenna hérna í þessu húsi og bara strax á fyrsta degi, vinnudegi, þá fékk ég svo ofboðslegan höfuðverk hérna niðri og það var bara dag eftir dag, þá var ég nánast óvinnufær og ég fer að tala um þetta hérna við Ástu samstarfskonu mína og þá fer hún að segja mig frá henni Bryndísi og við fengum leyfi hjá skólastjóra að fá hana, hann tók bara ágætlega í það því að ég var síkvartandi. Þau fóru hérna allan skóla og skólalóð og fundu það út að hér akkurat á þessum stað var einhver jarðáru pottur og þau setja upp kubb. Hér er kubburinn
og hefur verið þarna alveg bara á sama stað allan tíman og bara á meðan við sitjum hérna og erum að tala saman þá finn ég eitthvað breytast. Ég get svo sem ekki nákvæmlega lýst í hvað það en mér fannst eins og bara andrúmslofti róaðist. Mér fór að líða betur hérna bara á þessum mínútum. Börnin voru líka miklu rólegri og virtist líða betur. Það var bara allt annað að vera hérna inni. Hvað sem ég að gera sem ég myndi aldrei gera. Hvað? Það bara verið í svona einhverju steinadóti. Ég að athuga með svörun á orkuflæði á steinunum, hvað þeir geta gert. Ég búin að undirbúa mig til Danmörkferðina. Við erum kannski, veit eitthvað pínlítið hvað maður að tala. Það er að fara út. Ég að fara út í Danmörk og hitta mann sem heitir Kurt Bertelsen sem búin að vera að mæla svona orkusvið og jarðgeisla í síðan 1968. Það var áhugavert fyrir þig. Já, ég held ég komi mjög áttavillt tilbaka. Ja, den kryds der, ja. Nu finder du, hvor jordstrålerne er henne. Ja. Det er negativ. Så skal du sige til din hjerne, nogen vil gerne måle, hvor stærkt de er. Og så din hjerne, det skulle helst gå sådan, at de slår ind, sådan her ind, foran. Din hjerne, den er med endnu. 3-5% af jordoverfladen er dækket af jordstråler, så det er noget, man skal tage meget alvorligt. Men nu har jeg så arbejdet med det i 40 år efterhånden, så der kan være en hel masse om herhjemme. Jarðgeislar hafa verið greindir í 7 mismunandi afbrigði að minnstakosti og má fyrst að nefna geisla sem eru ofan við vatnsæðar, þar sem eru sprungur í jörðu. Það eru sem sagt vatnslínur eða einhver elgur einhvers staðar undir yfirborðinu. Það eru leiðlínur, línur sem hugsanlega geta verið að myndast vegna einhverja efnisæða í jarðvegi. Svo eru nokkrar tegundir línur sem eru illa skilgreindar og þeir sem hafa stundar svona mælingar hafa nú oft skýrt þetta svona upp svona fyrir sjálfa sig. En vegna þess að þetta ekki byggt á vísindalegum grunni, þetta meira svona feykt hjá fólki, að þá hefur ekki tekist að samræma neitt eða móta einu kenningu það hvað raunverulega sé á ferðinni og hver áhrifin eru á mannin. Så skal vi have tavlvæsket rent. Nu skal vi til at funde Hartmann. Ja. Hvad siger du om det? Nu var jeg så nysgerrig, jeg har så trods alt set, men altså nu er det, og der har jeg faktisk været inde for at se, hvad energi det var i en, og der har jeg så været inde og kigge på, om den kan bruges over for jordstråling, Hartmann, kugle og vand over, og det kan den ikke. Nej. Er der noget inde i en? Ja. Nå, hvad er der inde i en? Det er min hemmelighed. Ved du, hvad frekvenser de ligger i, de energier, som du... Nej. Det gør du ikke. Det ligger omkring ved en 5 hertz, så det er under det, som jorden har i svingning. Det er en helt ny energiform, du har fundet. Ja, det er det her. Helt sikker på, ja. Ég er búin að finna munin á jarðárum, vatnsárum og Hartmann-línum. En ég næ ekki að einbeita mér inn á Curry-línum. Det her, det er min hemmelighed.
Prøvede du bare frem med den ene sten efter den anden? Eller hvad var det, der gav dig den her? Það kemur ekki alveg að sjálfu sér eins og hinamælingarna sem ég hef verið að gera. Ja, du er faktisk den elev, jeg har haft, kommet hurtigst med. Det synes jeg, det er virkelig at gå godt, ja. Já. Eins og þessi kubbur, hann er að virka á þessi stóru svæði. Hann gerir ekkert fyrir þessar litlu línur. Við erum búin að prófa að setja hann á allar þessar gerðir. Og Kurt hann úti, hann horfði bara hann á kubb og hvað er þetta? Og hann prófaði með pendulónum og prjónunum sínum og þetta var bara prump. Þetta var ekkert sem að gerði neitt fyrir hans línur og fyrir þessar línur sem við erum að mæla. Þannig að þetta tilheyrir bara sprungun. Hérna sjáum við hvernig línan kemur hérna inn í húsið. En þið sofið alveg vel, var það ekki hérna? Nei, ég hef ekki sofið. Þú sefur ekki vel? Nei. Ég er með vefjagigt og slitgigt og krabbamein í nýra sem er búið að taka, vísu, en bara í eftirliti. Þetta er sama herbergi og tengdaforeldrar mínir voru í. Ég set þeim með sem að tengdafaðir minn var. Hann fékk krabbamein í nýra, dó krabbameini. Hvernig tengslin eru þarna á milli, hvort þetta sé sömu línurnar eða séu sem er að fara í gegnum hann. Spurning. En þið eru með hérna gormarúm eða ekki? En það sem gerist þegar þessar línur koma í gormarúm og það sliður allt rúmið. Það er alveg saman hvar er. Þó að línan sé svona mjó, hún er svona mjó sko. Þetta hefur áhrif á suma. Við erum allar klárlega búin að sjá það. En það sem ég er að mæla með prjónunum, það er greinilega strengur hérna í gegnum sófan sem liggur hérna. Og það dettur alveg niður leið og kassin er settur hérna. Og það verður til þess að þetta róast. Hérna erum við að Þverá í Dalsmynni og hingað kom ég fyrir ári síðan og þau kölluðu mig til og langaði að athuga hvort að þeirra fjárhús stæði á svona jarðfræðilegu streitusvæði og þau eru sem sagt með í þessu rannsóknahóp sem hefur verið með kubb í 1 ár og við höfum sem sagt fylgt eftir þeirra fé, bæði fósturtalningu og burði, hvernig féð hefur sem sagt aktað þessa breytingu. Þetta er meðhöndla á vegagerðarkvöldum. Já, já. Sauðburðurinn gekk nú svona á hefðbundinn hátt, má segja, en ég held að ég hafi ekki tekið eftir neinu greinilegum breytingum sem að kannski hægt að rekja til kubbsins, en hins vegar voru gemlingarnir óvenju margir með lömbum og báru, en með ærnar var það nú bara eins og venjulega. Í sambandi við kubbið þá teljum við það að það sé gaman að prófa þetta og vita hvort að verða einhverja breytingar á og sjáum ekkert eftir því að fara út í það og maður bara er bjartsýnn á að það geri gagn og þó síðar verði. Eitt af því sem við hérna getum fundið út að það sem kettir liggja, þar eru oftast rafsegulbylgjur. Ég hef búið hérna í þessu húsi nokkrum sinnum á ævinni og kem hérna sem sagt unglingur, 14 ára gömul. Það er ægilega virk og hraust og mikið í félagsstarfi og íþróttum og svo er þetta bara einhvern veginn komið í einhvers konar síþreytu, ég er ofboðslega þreytt alltaf og hef enga kraft í eitt eða neitt og með astma, króníska vöðvabólgu og líður almennt illa og ég fer hérna og er alveg sannfærð það í þessu húsi þá bara get ég ekki blómstrað. Það tengist eitthvað þessum stað. Það er svona, maður fyllist ekki orku heldur það dregur úr mann kraftin að vera á staðnum. Kannski svona svefnerfiðleikar kannski fyrst og fremst sem hrjáðu mig hér. Ég hafði náttúrulega ekki hugsað út í það hvað geti orsakað það. En eftir að kubburinn var settur hérna í jörðina hér fyrir utan húsið þá finn ég geysilegan mun. Það er eins og einhver fargi létt.
að mér persónulega og mér finnst þessum stað. Ég var ekki heima þegar hún kom, hún Bryndís, nema hvaða, ég fann strax mun. Ég fann að íbúin, það var eitthvað öðruvísi, íbúin í léttar og ég tengdi náttúrulega bara að ég var í léttara skapi eða eitthvað slíkt. En svo fór ég að finna steina í gluggunum, sko, þá fór ég að fatta að hérna eitthvað gerst og fór og hitti þá Þórdís en þá, jú, þá hafði Bryndís komið. Svo má segja að kötturinn var heimakærari og húsbóndurinn leið betur. Það er ýmislegt sem við höfum hérna á Hagamel. Ég á bara svona þýskan vin í Berlín sem hérna er steinafræðingur og hann kom hérna til landsins og gaf mér þessa steina hérna og í vatni og hann er búinn að drekka þetta sjálfur núna í allir ekki 20 ár og er allt önnur líðan og allt sko er svo hress og kátt sko. Tengir síminn og svo kann ég bara ekki að nefna félagana hvað ekki hérna steinarnir heita. Ég meina ef maður er að drekka vatn sem er með karneválorkuna í sér. Þú ert bara að drekka mótefni við jarðgeislun. Já, og ég finn mun á vatninu. Alveg sko. Og sérstaklega, sko, íslenska vatni er bara svo gott. En hjá honum út í Berlín, það var alveg bara kristandi. Þegar maður finnur þessa köllun til þess að hjálpa öðrum, þá er maður mjög upptekinn af því. Maður tekur réttari ákvarðanir í betra jafnvægi og glaður, það er bara common sense. Ef maður getur eitthvað gert til þess að koma því áleiðis annars staðar en hjá sjálfum sér, þá er ég bara nokkuð kátt. Að vera mælitæki á prjónunum og vera mælitæki á pendúlnum. Maður er náttúrulega bara eitt stykki nemi og maður er alltaf nemi allt lífið. Maður er bara að reyna að gera eins vel úr því og hægt er. Reyna að skilja eitthvað eftir sig. Þú veist, maður er ekki bara hérna á jörðinni, bara segja ekki að maður sé bara mamma eða bara eiginkona eða bara dóttir. Við höfum öll eitthvað, við hljótum öll að hafa eitthvað hlutverk til þess að gera þessa plánetu og þakka fyrir okkur áður en við förum.